Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. Það komin 16. desember, jólin eru rétt handa við hornið og við setjum hérna og erum að skilja heiminn og hluti af því sem við erum að gera að við fáum hingað til okkar að Rauðaborðinu fólk sem mun taka þátt í námskeiði, eins konar svona aðgerð sinna masterclass sem verður hér í menntakommuninni okkar eftir áramót í janúar. Sóli Tómasdóttir var hérna á mánudaginn, Hörður Torfason verður hérna á þriðjudaginn næstu viku. En í kvöld hingað komin Sema Erla Serdar, sem baráttukona fyrir gegn útlendingaandúð og rasisma á Íslandi. Og ég þarf svo sem ekkert að kynna hana, þetta ætla ég nú að biðja hana að segja okkur frá sér. Velkomin Sema Erla. Takk fyrir, kærlega. Herðu, í svona viðtali nú bara oft ágætt bara að byrja á byrjuninni og af því að einhver leyti tengist hvað þú kemur baráttu þinni. Þannig að ég ætla bara að byrja á þessari spurningu, sko. Hver ertu og hvaðan kemurðu? Já, ég Íslendingur og ég Tyrki. Ég fædd á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri, þar sem ég líka skýrð. Bjó á Akureyri mín fyrstu ár. Bý í Reykjavík í dag, hefur millitíðinni meðal annars búið í Edinborg, í Brussel, Kópavogi og víðar. Alls staðar við Tyrklandi. Hvað segirðu? Alls staðar við Tyrklandi. Já, svona næstu því. Ég hef ekki aldrei búið þar. Ég hef þetta mikið verið þar en aldrei haft búsetu þar. En pabbiðinn, hann Tyrki? Já, pabbi frá Tyrklandi og mamma er íslensk. Og ég svona þessi fyrsta kynslóð íslenskra Tyrkja, ef svo má segja. Það eru orðnar fleiri í dag. Býr pabbiðinn á Íslandi í dag eða býr hann annars þar? Hann býr á Íslandi og hefur gert núna í, örugglega bara verða 40 ár sem hann hefur verið hér og þó hann sé ofta á flakki en hann alltaf með búsetu hér og með mig og yngri systur mína. Já. Ertu alin upp á honum eða skildu foreldrar þínir þegar þú varst ung? Foreldrar mínir reyndar skildu þegar ég var frekar ung. Ég hef aldrei búið með báðum foreldrum mínum en alin upp á þeim báðum auk stjúppabba míns. En pabbiðinn, kanntu að segja frá því hvað var til þess að hann kom til Íslands? Já, hann eins og ég held að sé oft tilfellega þá elti hann ástina til Íslands. Hann var að læra í Bretlandi og kynntist þar íslenskri konu sem var til þess að hann flutti hingað og síðar kynntist hann mömmu minni. Þannig að hann hefur alveg verið hér einmitt. Þetta er að vera 4 áratugir síðan og einn af bara fyrstu Tyrkjunum sem settu stað á Íslandi. Tyrkneskt samfélag á Íslandi? Tyrki nógu margir til þess að segja það? Hefur þú svona aðgengi inn í eitthvað sem geti kallast tyrkneskt samfélag á Íslandi? Já, ég myndi segja að það sé tyrkneskt samfélag á Íslandi. Það hefur stækkað svona á þessum 4 áratugum og kannski sérstaklega á síðustu árum og við eigum það til að hittast í stærri hópum en það þá þegar það fótbolti þá höfum við verið að hittast í stærri hópum. Þannig að það aðalega það sem dregur okkur saman. Og það stundu gaman en ekki alltaf. Það misjafnt gengi á tyrkneska landsliðinu. Já, og svo erum við náttúrulega með nokkur svona stór félagslið og við dreifumst svolítið á þau. Þannig að þetta svona, það getur skapast spenna á milli fólks. En ég hef nú oft sagt að ég veit nú ekki hvort að það ennþá við í dag en ég sagði það nú lengi að Tyrkirnir hefðu skipt út ástríðun á fótboltanum fyrir trúarbrögð en það kannski einhver breyting þar aftur á núna en já, ég er mikið alin upp í
í fótboltanum og við sem sagt erum frá Fenerbahçe í Istanbul, það er okkar lið, eitt af þessum stóru. Já, og heita tilfinningar til þess liðs. Það er daprir dagar ef að það lið tapar en góðir dagar ef að það vinnur. Sérstaklega ef það vinnur, hver erkifjendurnir? Já, erkifjendurnir eru kannski fyrst og fremst Galatasaray sem er hinum megin í Istanbul, en ég, eins og þegar ég segi ástríða fyrir fótboltanum, ég meina húsið hans pappa, það var gult og blátt eins og félagslitirnir hjá Fenerbahçe, þannig að þetta er alveg tekið alla leið, sko. Og það var alltaf, ég veit að það var umtalað hvort þetta væru Svíar sem að bjuggu þarna eða hvað skýrði þennan bláa og gula lit á húsi í Kópavogi, en það var svoleiðis mjög lengi og það var reyndar í miklu uppáhaldi, held ég bara hjá mér, en já, það er og sitthvor hluturinn í Istanbul, þetta er ekki Asía og Evrópa, þetta er sitthvor hlutin Evrópumegin eða hvað? Já, og svo er þetta í rauninni, þetta eru nokkur lið, þetta er náttúrulega aðalega Galatasaray og Fenerbahçe sem hafa alltaf verið með þennan svona rík sín á milli, en það er þá nú yfirleitt mjög skemmtilegt þegar þessir leikir eru og það hefur, ég meina, ef það er til dæmis leikdagur, þá er fólk þar alveg sama hvað þú gerir yfir daginn, þú ert yfirleitt mættur út og í vinnuna í gul og bláu treyjunni, þannig að svæðið bara svona litast af gul og bláu þegar það eru þessi stóru leikir. Það er mjög skemmtilegt, þetta er mjög skemmtileg upplifun að ég fara á leiki og svona mikið lagt upp á þessu. Já, og mikið læti, mikið að blísum og mikið læti á áhorfendapöllunum. En hérna heima, hittist þið þá á einhverjum pub eða eru þið í heimahúsum? Já, við erum svona yfirleitt verið í heimahúsum þegar við erum að hittast, þegar eru þessi leikir, en svo náttúrulega kom nú þarna tímabil þar sem að voru, sem sagt, Ísland mætti tyrkneska landsliðinu þarna bara 2 eða 3 í röð á stuttum tíma og það var eitthvað sem að ég var búin að bíða mjög lengi eftir að komast á þessa landsleiki og það loksins rættist Og hélstu með öðru liðinu? Ég segi alltaf að ég gat bara ekki tapað hvernig sem leikurinn fór. Ég bara vann alltaf. Það var svona hugafari kannski bara sem ég fór með inn í þá leiki, sko. Herðu, má ég spyrja þig, hvenær manstu fyrst eftir því að þú hefur svona upplifað það að þú værir ekki venjuleg, eða samfélagi væri að halda þig fram við þig að þú værir ekki venjuleg, að þú værir ekki íslensk, heldur værir tyrkneskt barn eða eitthvað slíkt. Manstu eftir því hvenær þú svona upplifir að þú uppfyllir ekki svona skilyrði hluta af samfélagsins hvað þarf til þess að vera Íslendingur? Já, þegar ég var yngri, það kannski upplifði það ekki jafn sterkt endilega og á mínum eldri árum, en það er samt svona þannig að ég náttúrulega er ekki með íslenskt nafn og það hefur náttúrulega alltaf fylgt mér og það var og er þannig að fólk oftar en ekki það segir nafnið mitt ekki rétt, það er alltaf Selma eða eitthvað svoleiðis, sko, og ég er svona, þetta er nú svona sem við kannski rifjum upp okkur til gamans í dag þegar ég keppti á Andrés Andaleikurinn þegar ég var lítill, ég var á skíðunum og fótboltanum og þá er ég sem sagt þarna næst í röðinni, ég er að fara að gera og það er kynnir og hann segir hárri röddu í gjallahotni sitt að er að kynna sem sagt næsta sem er að fara niður, leikmann KR og það er náttúrulega Sema Erla og svoleiðis og ég ekki orðin, hvað ég ætli, ég hef ekki verið 8 ára eitthvað svoleiðis garga bara á móti að sko ég heiti Sema, garga ég og bruna svo niður brekkuna alveg gjörsamlega brjáluð, sko. Þannig að það samt svona ung og samt svona viðbrögð, sko. Þannig að þetta var svona greinilega sem var alltaf að gerast og gerist enn. Þetta er náttúrulega bara svona kannski þetta bara minni háttar, en það er miklu meira á mínum eldri árum sem ég fer sér að upplifa svona já, að ég bara sé ekki
ekki endilega Íslendingur eða ég heima á Íslandi eða svoleiðis, sko. Og það hefur náttúrulega- Akkur heldur það sé, heldur að því að börn eru saklaus og við unum þeim að vera eitthvað svona öðruvísi en leið þú kemst svona til einhvers aldurs að þá svona meiri ógn af fólki og þá er svona ekki eins opinn faðmur, heldur það getur við það eða gerist þetta þegar þú byrjar að taka þátt í einhverju baráttu að viðbrögði verða svona harðari? Ég myndi segja bæði. Börn náttúrulega gera ekki greinamun eins og þennan nema þeim sé kennt að gera það. Þannig að þetta kannski ekki jafn mikið allavega á þessum tíma, svona mikið, allavega ekki mínu tilfelli, en þetta kannski ekkert sem ég endilega ber með mér fyrir þetta nafni mitt. En svo náttúrulega eykst þetta rosalega til muna þegar ég fer að taka þátt í samfélagslegri umræðu og slíkt. En svo náttúrulega líka alls konar kannski svona, hvað ég segja, til hliðar við það. Því ég menn til dæmis bara það að í öllu mínu kannski svona formlegu samskipti þá skrifa ég alltaf Sema Erla undir tölvupóstanum mína og stundu fæ ég bara til dæmis Erla tilbaka, sæl Erla og ég kannski aftur svara og skrifa Sema Erla en það er alltaf svarað Erla eða ítrekka Selma, þú veist, þannig að það er alls konar líka svona hlutir og þetta er náttúrulega ekki óvart nokkru sinnum í sömu samskiptum við sömu manneskjuna, þannig að það er svona, þetta er náttúrulega bara ákveðin birtingamynd og en svo náttúrulega er það hin hliðin sem ég hef náttúrulega bara mikið talað og ekki hika við að gera og birta og það er náttúrulega þessi skilaboð öll á tölvupóstar og ummæli og svona sem að koma í kjölfar þess að ég er að tala fyrir jaðarsettum hópum og gegn fordómum og það er náttúrulega þeir sem að sjá það sem einhvers konar ógn og eru náttúrulega upp til hópa kannski þjóðernis hyggju fólk eða annað auka fólk og það náttúrulega sér mig bara fyrst og fremst sem Tyrkja. Ég meina, þó ég sé fædd, eins og ég segi, ég er fædd á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri, ég er skírð og ég er fermd og ég hef einhvern tímann í gríni birt bæði fermingarmyndina mína og fæðingarvottorði og svona bara til að svara þessu en þau sjá mig bara fyrst og fremst sem Tyrkja. Það er bara, þau sjá ekkert lengra og í rauninni náttúrulega bara neita að sjá annað og hafa náttúrulega bara kannski sínar rugluðu hugmyndir hvers vegna, sko. En nú er það ekkert svona alvarlegt að vera Tyrki, sko. Þú gætir alveg verið bara Íslendingur, það er ekkert svona hægt að sjá það á þér. Það er bara fólki minni ætt sem er svona álíka dökkt svona til hárs og augna eins og þú og bara ekkert. En getur það verið að það að Tyrkland sé Íslamsland skiptir máli í þessu og kannski ég man þegar ég bjó í París í smástund og þá sagði fólk mér sem var frá Afríku að það hefði orðið mikil breyting eftir 9/11 2001 þegar þú ert 15 ára að þá var það allt fólki frá Afríku, ekki sko versta fólkið í París, heldur voru það fólk frá Norður-Afríku og fólki frá löndum Íslam og það væri bara rosalega munur og svo sagði það að maður átti ekki að vera að þakka fyrir þetta sko en það er rosalega vont að vera neðstur sko og að sumuleyti þá 2001 að þá verður svona breyting á því að það verður ótrúleg andúð á fólki frá löndum Íslam. Heldur að það andúðin sem beinist að þér skipta þessi trúarbrögð og þessi svona átök í heiminum ekki máli í því sambandi? Jú, ég held að sé algjört grundvallaratriði í því samhengi og maður hefur einmitt heyrt þetta sem þú lýsir út í París, maður hefur heyrt þetta meira segja bara frá öðrum þjóðfélagshópum á Íslandi, breytinguna sem hefur orðið í rauninni í því gegn hverjum fordómarnir beinast en það náttúrulega verður þarna ákveðin breyting á og ég sé það náttúrulega alveg í allri svona hvað maður segja, þessum athugasemdum og það sem ég verið að setja fram að það er náttúrulega sagt af því að ég er Tyrki þá er ég múslimi eins og það að vera eitthvað slæmt, það er sett fram í neikvæðum hætti vegna þess að það er bara sama sem merkja á milli þess
að vera Tyrki og að vera múslimi og að vera hryðjuverkamaður. Þannig að það náttúrulega, það þetta sem grundvöllurinn í þessu og eins og ég hafi svo sem ekkert val það, ég meina fólk gengur svo langt að tala að þetta sé í genunum, ég hef ekkert þetta að segja og ég bara fædd í þetta og ræðingu það því að faðir minn Tyrki og múslimi, þannig að þetta algjörlega grundvallaratriði, þannig að mér náttúrulega alltaf gefin upp þessi tenging en eins og ég hef sagt, svo sem kipir mér ekkert upp við það að mér sé gefin upp einhver trú en ég stend samt algjörlega utan trúarbragða og af því að þetta síðan tengist náttúrulega baráttunni fyrir fólki á flótta sem oft frá ríkjum þar sem múslimatrú, þannig að þetta þá gefur fólk mér upp einhverjar annir að vera gefa mér upp það til dæmis bara að fylla hér Ísland af múslimum eins og það sé eitthvað sem að þeim stafar ógn af. Þannig að þetta allt vissulega tengt svona saman og það náttúrulega bara auðvitað helst í hendur við þróunina á staðar annars staðar. Ég meina það þessi öfgahyggja og hún að aukast í Evrópu, hefur að gera það síðustu ár og ég meina maður finnur bara fyrir líka bara sýnileikin einhvern veginn á, ég meina ég ekkert sem að fordómarnir sé endilega að aukast eða eitthvað svoleiðis í þetta, ég held að sé bara miklu sýnilegri og fólk óhræddari við að setja það fram á opinbera vettvang. Og komið kannski fram fordómar sem eru kannski eiga sér djúpar rætur og langt aftur, eins og til dæmis það sem að tala að þú sért með þetta í genunum og þú lýstir eins og það væri haldið fram og þú væri bara svona sleeping cell, allt í einu ef að kæmi boð frá Íslam að þá myndir þú bara fara þetta náttúrulega þessi hugmynd fólk sem íslamtrúar búið að vera mjög lengi og ég veit ekki að hvað þetta kemur, kannski stendur Evrópu búið með ykkur ógnaði að horfa á múslima beygja sig í takt til Moskvu, finnst þetta einhvern veginn eins og að þú veist að fólk sé að yfirgefa einstaklingin en að við verðum svona einhverjum hópi eða eitthvað. Það einmitt svona hugmyndur Íslam sem eru ótrúlega ríkjandi í Evrópu og líklega í Bandaríkjunum að þetta þarna sé að þú gangistu inn á það að afsala þeirra svona einstaklingsviðorum og sért verði svona hópdýr. Kannast ekki við þessa hugmyndir? Jú, ég meina ég hef heyrt þetta allt saman og ég meina það einmitt, þetta náttúrulega bara ákveðnar svona samsæriskenningar sem eru í gangi og einmitt þetta að við séum allt með einhvers konar eitthvað falið agenda og svona bara séum að vinna að einhverjum svona markmiðum og það sem kannski líka að þú segir þetta sé búið að vera svona lengi að þú veist, allt sem ég að segja eins og þetta með genin og eitthvað svona, þetta allt bara tekið upp úr umræðinu á netinu og þetta náttúrulega oftar en ekki, þetta alltaf fullorðið fólk sem að tala svona og oft bara fólk mér mikið eldra, þannig að þetta verðist vera algjörlega einhvern veginn fast í þessari hugmynd og en þetta náttúrulega þetta bara algjörlega fráleitt. Það meikar enga sens. Þú getur sagt að reynslu þinni og það sem þú kynnst af Tyrkjum og fólki sem íslamtrúar, þetta meikar bara enga sens. Að það sé minni einstaklingar heldur en kristni vesturlandabúar. Nei, og ég meina eins og ég segi, ég meina fólk nú oft með svona fyrirframgetnar hugmyndir til dæmis bara Tyrki og þær eru nú oftar en ekki neikvæðar og maður heyrir það alveg en svo þegar maður tala fólk til dæmis eftir að hefur farið til Tyrklands að þá hefur sýn fólks breyst til muna vegna þess að þetta er bara upp til hópa mjög gestrisið og opið fólk sem maður tekur vel á móti þeim sem sækja land og þjóð heim og bara alls konar fólk þar eins og annars staðar. Þannig að svona burtséð frá og nú ég náttúrulega bara að tala fólk í Tyrklandi, ég ekki að tala stjórnvöld eða eitthvað svoleiðis, það náttúrulega allt önnur saga En Þú mátt gagnrýna stjórnvöld í Tyrklandi á þess að vera haldin andúð á Tyrkjum eða Íslam. Já, og ég meina, ég geri það og hygg ekki við það. Margótt sagt það að Erdogan bara einræðisherra í mínum huga. Það alveg tvennt ólíkt og mikilvægt að gera mun þar á.
Og fordómarnir, rætur að þeirra liggja aldrei á þeim sem að fordómarnir beinast að, heldur þetta eitthvað vandamál sem að fólk sem að með fordómana og deilir þeim eða auðs þeim yfir annað fólk sem að þar liggur vandinn. Og Já. kanntu að svara því, hver sá vandi eiginlega? Hvað að fólki sem að elur með sér hatur gagnvart öðru fólki? Þetta getur náttúrulega verið margþætt og ég vil nú meina að þetta sé kennt. Þetta eitthvað sem að fólk lærir. Við lærum fordóma, við lærum rasisma og ég trúi því nú að ef við getum lært það, þá getum við líka aflært það og þetta náttúrulega þetta oftar en ekki byggt á fáfræði og ranghugmyndum sem hægt að leiðrétta ef að vinna sett í það. Stundum, ég vil nú meina að það sé síðan annar hópur sem kannski bara svo uppfullur af hatri að það ekki viðræðu hæft en þannig ég vil kannski einblína á hinn hópinn en þetta það er bara svo kallar venjulegt fólk sem að getur bara vanið sig af fordómum sem hefur verið tróðið í hausinn á því bara með svona smá ástundum að það hægt að Já, vegna þess að kannski af því að ég meina það ef að þú kannski til dæmis þekkir ekki einhvern ákveðin þjóðfélagshóp, ég meina segjum til dæmis bara múslima þegar við erum að ræða það og Tyrkland að það ekkert óeðlilegt að vera kannski smeykur gagnvart bara einhverju sem þú þekkir ekki eða hefur ekki reynslu af og ég meina það eru til svo margar frásagnir af því, til dæmis bara af einstaklingu sem hafa verið fordómafullir, verið jafnvel þáttakendur í hvort sem eru nýnasista samtök eða aðrir öfgahópar sem hafa bara verið með mikið óþol gagnvart öðru fólki en síðan þegar það kynnist fólki og í rauninni fær bara annað sjónamið heldur en einmitt þessar ranghugmyndir og oft bara samsæriskenningar sem eru á internetinu og oft búið að læra til dæmis bara frá foreldrum eða öðru fólki í kringu sig að ég meina það þarf stundum ekki meira heldur en að kynnast því sem þú mögulega óttast eða þekkir ekki til. Það alveg til mörg svoleiðis dæmi og mjög áhugavert að einmitt svona þegar maður að kynna sér það sem að svona fyrirverandi öfgafólk hefur að segja þetta, þá það einmitt bara að það hefur verið haldið einhverri fáfræði og það hefur verið matað af upplýsingum sem það bara voru náttúrulega rangar en svo þegar það fór svona að kynna sér málina þá kom til ljós að það væri eitthvað annað og svo það náttúrulega kannski líka bara þessi tilhneiging og þetta náttúrulega bara eins og fordómar eru skilgreindir að það náttúrulega þessi fáfræði og svo náttúrulega þessi svona, hvað maður að segja, þessi tilhneiging sem við höfum til þess að kenna öðrum það sem mögulega miður fer hjá okkur sjálfu. Bara það að finna hennan blóraböggul, það þetta svona sálræna og það náttúrulega þá verið þegar fólk reyna að etja saman hópum og svona búa til togstreitu á milli þeirra, þá það náttúrulega til dæmis að spila inn á þetta að þú hefur kannski mögulega ekki nógu gott af því að einhver annar að taka það frá þér. Ég meina þetta bara umræða sem sé til dæmis bara innflytjendur og atvinnu og slíkt sko. Þannig að það svona, þá verið að ala á þessu svona hjá fólki. En ég verð nú bara að trúa því að það sé hægt að aflæra þetta og ég meina það bara eins og ég hef bara reynt að gera með mína alla neikvæða reynslu. Það að umbreytin í eitthvað jákvætt og uppfræðslu þá fyrir fólk gegn þessu vegna þess að ég svo að mögulega næstu kynslóðir þurfi ekki að upplifa jafn mikið hatur og við gerum í dag. En má ég aðeins áður ég að spyr svona hvernig þín barátta hefst aðeins að staldra við þetta og við tölum annars erum við með þá sem eru svona ástunda mikið hatur og eru samgróið svona þeirra hugmyndum en svo erum við með kannski massan sem svona svokallar venjulegt fólk sem elst upp í með fordómafullu samfélagi og fordóma gagnvart fötluðu fólki og við kallarnir með fordóma gagnvart konum og kannski gagnstætt og fordóma gagnvart og svo bara, við talaðum bara múslima og hryðjuverka þá náttúrulega bara
kannski 70% af vondu kollunum í amerísku bíómyndum búin að vera frá löndum múslima núna í 20 ár og þetta fer bara inn í hausinn á okkur og ég ætla að taka dæmi að ég var svolítið í Afríku á tímabili og þar fær maður svolítið sjokk við eigum stelpu frá Afríku og það er mikið álag fyrir hana að vera svört í Norður-Evrópu og svona ferðalögum og svo förum við til Afríku og þá eru við hvíta fólkið, kannski bara 7 hvítir í borginni meðan við erum þar því að við vorum í Tógó sem er svona ekki beint í alfaraleið og það er svolítið svona, maður er lengi að venjast því að það sé að vera að stara á mann, sko, að lendi í því að vera öðruvísi. En það er miklu jákvæðara að vera hvítur í Afríku heldur að vera svartur í Evrópu, sko. Ég er ekki að líka svo þannig saman, bara það að vera öðruvísi. Já. En svo er maður í svona samfélagi og ég fann það alveg ég er ekki alveg frjáls sko, innan allt svarta fólki sko. Og ég var að hugsa sko alveg, hvað er þetta, hvað er búið að setja í hausinn á mér hvað kem ég með eiginlega sem með inn í hausnum á mér, akkur er ég ekki bara afslappaður og frjáls sko. Og svo tók einhverjar svona vikur og svo þegar maður sleppur einhvern veginn og upplifir það einhvern veginn að maður er laus og getur bara tekið fólkinu þegar maður hittir eins og það er ekki að þetta séu hinir eða eitthvað svoleiðis að það er bara rosalega breyting. En ég var við það og ég upplifaði mig ekkert sem eitthvað stjórnlaust fordómafullan mann sko, en ég bara er afkvæmi í minnar menningar og ég upplifaði þannig hvað þetta er mikil vinna að losa sig við þessa sko fordóma sem að maður er yfirfullur af, maður var ekkert að biðja en það er bara búið að dæla í mann sko. Þannig að það sem við langar eiginlega að kasta fram er ekki bara tölur mikil vinna hjá samfélaginu að svona horfast í augu við þá fordóma sem eru og að það séu inn í okkur og þú veist kannski aðstoða fólk við að bara að æfa sig sko, af því að þetta er svona æfing, maður getur ekki hugsa sig frá óttanum við svartamannin sem er búið að fylla mann af, heldur þarf maður bara að æfa sig í því að sko tala við fólk og faðma það og hlæja með því og þetta er bara æfing. Algjörlega og það er einmitt sko, þetta er náttúrulega samfélagslegt verkefni sem kannski stundum minnst náttúrulega kannski, hvað maður segja, maður og mann eða einstaklingur á einstakling en í stóra samhenginu þá er þetta náttúrulega samfélagslegt verkefni vegna þess að svo áhugavert að þú nefndir þetta, ég var sem sagt bara nýlega að skrifa meistarverkefni ungt fólk og öfgahyggju og lagðist náttúrulega yfir þetta og þar kom í ljós að bara sem dæmi að þau hryðjuverk og voðaverk sem hafa verið framin frá 2001, þau eru fleiri af höndum öfgahópum hvítra eins og bara til dæmis nínasista heldur en hinu. Það er í rauninni staðreyndin en hins vegar er umfjöllun fá hryðjuverk íslamskra hópa 400% meiri fjölmiðla umfjöllun heldur en hinn. Þannig að þetta er náttúrulega bara dæmi hvað er verið að setja fram og hvernig er verið að mata hlutina. Þetta er bara eitt mjög gott dæmi úr nýlegri rannsókn. Þannig að þetta vissulega er þetta vinna og þetta er náttúrulega ekki að fara að gerast nema fólk sé opið fyrir þessu. En svo líka bara annað til dæmis sem ég finnst mjög merkilegt í þessu. Ég veit ekki hvort þú sé það sem kom nýlega út rannsókn ég fer aðeins aftur inn í fótboltana Mo Salah sem spilar með Liverpool, hann kemur til Liverpool 2017, hann er Egypti, hann er múslimi og er svona, ég veit ekki sagt bara opinberlega múslimi, hann tekur bænir inn á vellinum, hann þakkar fyrir sig að múslima sig þegar hann skorar og alls konar svona og hann er náttúrulega rosalega góður í fótbolta og hann hefur skorað mikið af mörkum fyrir Liverpool og hann er mjög vel liðinn bæði af Liverpool náttúrulega fyrst og fremst aðdáendum auðvitað og fótbolta heiminum og það sem hefur gerst síðan hann kom til Liverpool árið 2017 er að hatursglæpum í Liverpool þeir hafa fækkað 20% á þessum tíma og múslima hatur á meðal Liverpool aðdáenda á netinu hefur minnkað 50%. Þannig að þarna, og ég get bara líka ekki ímyndað mér sko áhrifin sem þetta til dæmis hefur þá fyrir börn til dæmis og ungmenni í Liverpool. Rauninni dregur mögulega úr þá áreitinu sem þau eru að verða fyrir. Og þetta er eitthvað svona sem kannski
þetta eitthvað sem bara gerast. Hann ekkert í einhverju sérstöku forvarnarverkefnum snúa þessu eða eitthvað svoleiðis. Þannig hann bara opinber persóna með jákvæða ímynd á sér og þannig þetta líka sýnir okkur bara hvað svona representation skiptir máli. Að við séum með hérna og bara fyrir bæði þeim fyrir aðra að líta upp til og að geta samsama sig við. Og þetta náttúrulega bara, vissulega oft séð rannsóknir jákvæð áhrif sem að þekkt fólk hefur og svoleiðis, en ég man ekki eftir svona rosalega góðu dæmi bara hversu mikil áhrif einn einstaklingur bara að hafa bara með því að vera að gera það sem hann er að gera, sko. Já, sem svona fyrirmynd. En heldur að fólk gerir sig grein fyrir hvað það mikið álag að tilheyra hópnum sem litið niður á? Að vera, segjum, múslimskur ungur maður í neðanjarðarlesti í París með íþróttatösku, að upplifa það að kannski 70% af þeim sem að sjá þig, horfa á þig með svona tilteknum svip og þú upplifir það að það að fólk upplifir ekki að þú svona tilheyrir, heldur svona séu kannski möguleikur ógnaður. Svo ég taki bara eitthvað svona abstrakt dæmi, en ég meina, maður er mörg dæmum að sko bara börn að upplifa þetta bara í öllum samskiptum sínum sko utan fjölskyldunar, að það svona ámenning eða svona létt hótun í loftunum að það gæti verið skilgreint öðruvísi. Þannig að það aldrei svona opinn faðmur og svona vissa að tilheyra. Heldur að fólk gerir þeir sem að eru svona forréttindablinduna, heldur að gerir sig grein fyrir svo hvað þetta mikið álag? Nei, það held ég að fólk geri ekki. Það mögulega svona reynir að ímynda sér það og reynir að setja sig í spor og svona, en ef þetta eitthvað sem að þekkir ekki af eigin reynslu, þá held ég að sé alveg ómögulegt að skilja það, alveg svo, ég meina, við leggjum okkur fram með að setja okkur í spor fólks á flótta og skilja og við þetta höfum skilning á því sem það hefur gengið í gegnum, en við getum aldrei raunverulega skilið það sem að gerast hjá fólki og ég held bara að því, bara gott dæmi, ég fór fyrir 2 árum síðan til Brussel og var í viku í Molenbeek í Brussel. Það í rauninni hverfi sem hefur verið kallað svona hreiður ISIS í Evrópu og svona no-go zone innan gæsalappa. Þetta hverfi í svona 15-20 mínútna göngufæri frá miðborg Brussel, bara Evrópu hlutanum í Brussel, hjarta Evrópu. Og þarna sem sagt í dag búa mestu innflytjendur, aðrir hafa í rauninni farið úr hverfinu og þeir bjuggu þarna sem sagt strákarnir sem frömdu hryðjuverkin í París og Brussel. Og það sem hefur gerst í kjölfarið sko að það búið að útiloka hverfið algjörlega. Það rennur vatn þarna á milli og þú bara lappar það bara svona brú sem ferði yfir, sem skilur rauninni af þetta hverfi frá miðborginni og krakkarnir sem búa í Molenbeek, þeir fara ekki yfir brúna. Þau í rauninni, þannig að það búið að brennimerkja þau svo illa. Og þannig erum við að tala að það sem við köllum önnur eða þriðja kynslóð innflytjenda. Þetta eru krakkar sem eru fæddir í Belgíu, en það bara búið að segja þeim og koma þeim í skilningu það. Þau eru ekki belgar, þau tilheyra ekki Belgíu, eru ekki hluta þessu samfélagi. Það sem gerist í miður í sömu tilfellum þarna að krakkar allt niður í 12-13 ára fara síðan til Sýrlands til þess að taka þátt í átökunum þar og snúa ekki aftur. Þannig að þetta geta verið afleiðingarnar því sem við erum að tala hér, að sé eiga sér stað bara í okkar samfélagi. Þannig að ef að hatrið svona svakalega mikið að þér bara kennt að þú ert ekki hluta þessu samfélagi, það bara búið einangraðið algjörlega. Og þetta bara þróun sem alveg ótrúlegt að horfa upp á og kynna sér, og eins og ég segi, ekki hægt að einu sinni gera sig grein fyrir eða skilja til fulls þó að maður hefur uppið að ýmislegt sjálfur. En þetta er bara staðan og þetta nú ekki langt frá okkur. Nei. Aðgreiningin eigi sér stað hjá, hvað við segja, svona gestalandinu eða þess að þú kemur. Aðgreiningin á sér stað þar
og Já, ýti þig út í horn eða til hliðar. Það bara sagt að þú sért ekki hluti af þessu samfélagi sem þú einmitt fæddist í og ert alin upp í og bara ert hluti af, en þér er reynt að hvað maður segja, já, þér er sagt annað og ef það er ítrykkað þá náttúrulega bara fer að trúa því. Herðu sem að þú ert búin að vera huguð í því að ræða rasisma og líka málefni innflytjenda. Hvenær byrjar á því að tala þetta svona að einhverjum leyti svona opinberlega, að taka svona afstöðu og berjast fyrir einhverju réttlæti? Já, það nú orðin þó nokkur ár síðan. Mér hefur náttúrulega kannski svona alltaf verið annt þessi mannréttindamál og þessi mál sem snúa að mismunun í garð jaðarsettra hópa og en ætli að sé nú ekki komin kannski 10 ár síðan sem maður fór svona að tjá sig allavega eitthvað svona aðeins meira opinberlega þetta og en svo það í rauninni kannski, það er náttúrulega í 2016 þar sem að þetta fer að snúa kannski meira málefnum flóttafólks og það sem að gerist þá í rauninni að það náttúrulega er aukning, það er fleira fólk að koma til Íslands til þess að sækja vernd og ég meni þetta byrja bara þannig að ég er bara heima hjá mér og ég er að lesa fjölmiðla og það birtist frétt á Stundinni þar sem ég verið að lýsa slæmum aðstæðum hjá hælisleitendum í Reykjavík og það eru birtar þarna myndir, það sem sagt búa þarna nokkrir fyrir þarna held ég 30 í einu húsi hérna í Reykjavík þar sem að til dæmis eru engin borð og stólar, þannig að það setið bara á gólfinu hvort sem að borða eða gera eitthvað annað og það virtist nú vera mjög lítið þarna annað og ég náttúrulega bara, mér fannst þetta bara svo sorglegt og ég hugsaði bara ég á 4 stóla hérna sem ég er ekki að nota og kannski einhverju aðrir líka stóla eða borð sem er ekki að nota og þannig að ég fór bara á Facebook og auglýsti eftir því og með tengilega frétt og við síðan förum sem sagt ég og ein vinkona mín og böngum þarna upp á, vildum bara tékka að það væri eitthvað meira kannski sem að vantaði þarna inni og fengum að fara inn, þeir sem sagt leið okkur að fara inn og þá náttúrulega kom bara í ljós að það var náttúrulega í fyrsta lagi ekkert annað þarna heldur en bara kojur til að sofa í og það voru brotni gluggar og bilaðir ofnar og mygla í húsinu og þetta var náttúrulega vetur og við bara svona sendum út meira neyðarkall og komum nú þessu húsnæði með aðstoð fólks í allavega aðeins betra horf heldur en var og svo náttúrulega fór maður þá bara í kjölfari einhvern veginn að reyna að kynna sér bara hvernig aðstæðurnar væru og það kom náttúrulega mjög fljótt í ljós að þetta var náttúrulega bara eitt úrræði og einn hópur og það víða væri pottur brotin í þessum efnum og ég náttúrulega gerði mér strax grein fyrir því að þetta væri kannski ekkert eitthvað fyrir eina manneskju að gera og strax þarna bara í janúar 2017 sem er bara næstu fyrir 5 árum síðan að þá sem sagt, stofna ég Solaris með góðum hópi fólks sem eru þá hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi og eins og segi, það er að vera 5 ár síðan, þannig að ótrúlegt hvað tími líður hratt í fyrsta lagi og Þið finnst mikið hafa gerst á þessu 5 árum? Það hefur rosalega mikið gerst á þessu 5 árum en á sama tíma rosalega lítið, hvað maður segja, svona af langtíma breytingum, einhverjum lausnum hjá yfirvöldum, til dæmis sem eiga að vera að vinna þessum málflokki. Það er vissilega mikið gert hjá okkur sem erum að vinna vinnuna þeirra sem þau sinna ekki, en það hafa náttúrulega ekki farið gegnina raunverulegar breytingar á málaflokknum til hins betra allavega. Þetta hefur bara versnað ef eitthvað er, sko. En er hægt að gera svona greinamun á þessu svona að lýsa áðan sem eru svona mannúðarstarf að rétta þeim hjálparhönd sem að standa illa og hins vegar svona réttlætisbaráttunni sem að þú líka verið málsvari, þú ekki bara verið að
redda borðum og stólum og teppum og svona reyna að sinna fólki svona á vígvellinum, heldur hefur líka tekið þátt í sko umræðin að reyna að breyta viðhorfunum. Munur á þessu? Horfir á þetta sem sitthvorn hlutinn eða annað óhjákvæmilegt? Ekki hægt að standa ykkur réttlætisbaráttu án þess að rétta fólki teppi? Það getur vel verið að sé hægt. Ég og við höfum bara hins vegar svona kannski, þetta kannski svona þríþætt sem við erum að gera. Við vissulega bregðumst við þessu neyðar ástandi sem og það getur einmitt verið, ég meina fólk á ekki fyrir mat, það á ekki lyf, það fær ekki lyf hjá Útlendingastofnun, það fær kannski ekki gleraugu, það fær ekki tíma hjá lækni eða læknisþjónustu sem það þarf að halda og þegar og ef við getum þá stígum við þar inn í, þannig að það kannski svona eitt hluti af þessu. Hinn hlutin náttúrulega að ég lít til dæmis bara sjálfa mig sem bara verkfæri fyrir fólk sem það getur bara nýtt sér, þannig að við erum bara plattformið fyrir fólk til þess að koma frásögn sinni á framfæri og við náttúrulega. Og ég til dæmis, þegar maður að vekja athygli á einhverjum ákveðnum málum og eitthvað svoleiðis, þá það vegna þess að fólk hefur komið og óskað eftir aðstoð með það og þá náttúrulega bara geri ég það sem ég get og það og kannski þegar þú farin af stað í svona vegferða, þá kannski svona erfitt að gera eitt án hins og svo í þriðja lagi náttúrulega þá, og það að berjast fyrir þessum varanlegu umbótum eða úrbótum bara á málaflokknum, þannig að ég held þetta helst einhvern veginn allt svolítið í hendur vegna þess að ég meina við horfum upp á aðstæðurnar, alveg svo ég nefndi þarna áðan að ég meina ég horfði bara upp á fólki aðstæðum og ég hugsaði bara ég myndi örugglega ekki sætta mig við svona aðstæður, þannig að hvernig get ég sætt mig við að einhver annar sé í þessum aðstæðum og eitthvað sem svo auðveldlega hægt að breyta og það á við mjög margt þegar kemur á málefnum fólks að flótta. Ég meina, við vitum alveg hverja lausninar við vitum kannski hvað má betur fara og hvað sé hægt að gera, en það bara ekki vilji fyrir hendi á þeim sem að raunverulega geta komið þessum breytingum, svona varanlegum breytingum á og það sem hefur kannski einkennt þessi 5 ár að við erum alltaf í viðbrögðunum. Við erum alltaf að bregðast við atvikum, málum sem koma upp bara allt of oft. Við erum ekki í kannski einmitt svona einhverju heildstæðri vinnu sem gæti skilað einhverju stefnumarkandi eða stefnumótandi plöggum eða eitthvað svoleiðis. Við erum svo mikið í viðbrögðunum vegna þess að yfirvöld ekki að vinna sín. Andstæðingurinn haggar sér ekki, þannig það alveg sama hvað þið leggið á ykkur að andstæðingurinn sem þá yfirvöld sem að reka ómannúðlega stefnu, þau bara haggast ekki, þau eru ekkert að breyta sinni afstöðu, kannski að reyna að lifa af betur umræðuna með því að breyta ykkur á yfirborðinu, en í grundvallaratriðum eru þau ekkert að breyta afstöðu sinni á neitt eða stefnu. Nei, og ég meina, já, ég hef svo sem ekkert farið neitt leitt með það, ég meina þegar við erum til dæmis og samtökinu stofnuð upphafi, ég meina við lögðum alveg upp með það að reyna að eiga í samvinnu við yfirvöld og ég meina við fórum að fundja Útlendingastofnun og Rauða krossinum og eitthvað svona og vorum að skoða hvernig við getum mögulega unnið eitthvað saman en ég meina svo eru hlutirnir að gerast og til dæmis dæmi þegar þau voru upp í Víðinesi, Víðidal. Víðines. Já, þar sem að voru þarna hátt í 100 umsækjendur alþjóðlega vernd. Það til dæmis kom upp þar að þarna voru einhverju 100 einstaklingar og það var ekkert að gera fyrir þá. Ég meina það voru engar bækur, það voru engin spil, það var ekkert að horfa á sjónvarpið, það var ekkert til að gera þarna. Ég held að það veri eitt skákborð inni í húsinu þar sem 100 einstaklingar bjuggu saman og náttúrulega látt að fara í til dæmis bara næsta strætó og ég meina eins og þetta í dag, ég meina þeir eru upp á Ásbrú, þeir fá ekki svona strætó með til þess að komast í bæinn nema þeir eru að fara hitta lækni eða eitthvað slíkt. En þannig að okkur datt bara í hug, ok, ég meina við getum bara safnað og við náttúrulega, við treystum náttúrulega rosalega mikið á bara almenning í landinu eins og við erum til þess að geta unnið okkar starf og við einhvern veginn gerum rosa lítið án stuðnings og styrk fólksins í samfélaginu vegna þess að við tengjumst ekki yfirvöldum á neitt hátt eða hvað sem með fjármagni eða einhver öðru. Og við sem sagt spurðum, ég hafði bara samband við Útlendingastofnun og ég sagði við fengið fregnir því að þarna væri nú hálf
glatað að vera, það væri ekkert fyrir þess að menn að gera og spurði bara hvort það væri ekki tilvalið að við myndum bara setja í söfnun og safna alls konar dóti og fara með til þeirra. Og hún ætlar að athuga máliði sem ég talaði við og ég býð nú örugglega í viku eða 2 eftir að heyra frá henni og svo hringir hún í mig og segir að þau henni afþakki þetta boð, að þau ætla ekki að þiggja okkar aðstoð með þetta og ég spyr náttúrulega hvers vegna og þá henni svarið sem ég fæ að því það náttúrulega bannað að fara þarna. Þú mátt ekki, það náttúrulega var öryggisverðir á svæðinu og þannig að þú getur ekki bara mætt og hún henni segir bara að ef þau leyfa einum samtökum að fara þarna að þá þurfum þau að leyfa fleiri samtökum að fara á staðinn. Þetta er náttúrulega, það hljómar mjög furðulega, ég get ekki séð hvað er að því að leyfa einu eða fleiri hjálparsamtökum að fara og aðstoða fólk en þarna náttúrulega bara, ég meina, hélt fólk áfram að biðja aðstoð með þetta og við náttúrulega bara endum á að gera þetta síðan. Við bara setjum að söfnun og við finnum 4 bíla af bara bókum og spilum og alls konar afþreying og keyrum þarna upp yfir og vissulega verður náttúrulega allt vitlaust og hóta með lögreglu og öðru en þetta kosti skila. En þetta hins vegar gerðist svo sem út alla von að við varum að fara að eiga einhverju samstarfi við yfirvöld en það er náttúrulega ekkert, það er ekkert sem skiptir máli í þessu sem við erum að gera, sko. Það bara þurfti að bregðast þarna við einhverju stöðu og við gerum það. Er það að þið erum svolítið að ræða svona að vera aðgerðasinni og þú varst að lýsa í áðan að þið eru bæði að þjónusta fólk og í samskiptum þínum við fólkið að þá upplifirðu væntingar þeirra, vonir, kröfur, hvað það er sem að hrjáir það og þú sér að þú sért bara tæki sem að þau raunverulega tala í gegnum. Þannig að þegar þú ert að koma opinberlega þá ertu að enduróma þeirra væntingar og maður getur alveg séð fyrir sér að ef þú ert málsvari, tekur að þér að vera málsvari einhvers staðar án þess að vera með slík tengsl að þá er kannski hætt við að málflutningur þinn svona spillist að einhver leyti, verði að þú sért raunverulega ekki talsmaður hópsins sem þú ert að tala fyrir. Þannig að er það rétt skilið hjá mér að þú telur þetta vera mjög mikilvægt, ekki kannski ég er ekki að segja að boða þetta að aðrir eigi að gera þetta en í þinni baráttu að vera í þessu þjónandi hlutverki annars vegar og svo mæta fram sem að gera kröfur á stjórnvöld hins vegar en vera þá með raunverulegt umboð og vera raunverulega að tala fyrir hönd hópsins. Er þetta rétt skilið? Já, þetta er rétt skilið af því þetta er kannski Því þetta er náttúrulega einhver, eins og ég segi, þetta er eitthvað sem fer bara á stað. Þetta er ekki þannig að ég bara vakni daginn og ákveð bara, jæja, nú ætla ég bara taka þessa baráttu og keyra hana í gegn. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að fer á stað og gerist og það er náttúrulega bara, ég sé ekki hvernig ég ætti mögulega að vera að þessu án þess að þetta væri náttúrulega bara, ég sem þetta hálfgerða verkfæri bara vegna þess að við erum að tala hóp sem er náttúrulega, hann er jaðarsettur, þau hafa ekki mörg tækifæri til þess að tjá sína rödd í samfélaginu vegna þess að það er algjörlega lokað á það og það er reynt að koma í veg fyrir einhver svona félagsleg tengsl og svoleiðis en þetta er náttúrulega bara svo ótrúlega mikilvægar frásagnir sem við þurfum að heyra og ef ég get verið eitthvað verkfæri í því að þá bara ber mér bara skylda til þess að gera það og það held ég að sé náttúrulega bara mjög mikilvægt í þessu öllu saman vegna þess að þetta er náttúrulega þannig mál, við erum að út af fyrir sig má náttúrulega líka alveg deila hversu, hvað maður að segja, þetta er kannski ekki svo leið sem við viljum vera að fara, við viljum ekki að fólk sé í þeirri stöðu að það þurfi að opinbera alla sína erfiðleika og sína erfiðu reynslu koma fram í fjölmiðlum og ég meina þetta er oft börn og þetta er ekki svona sem við viljum að hlutirnir séu. Við viljum að kerfi virki bara þannig að þetta þurfi ekki. Ég meina fólk er alveg búið að gangi í gegnum nógu mikla erfiðleika og síðan að þurfa að fara að opinbera þá bara svona fyrir heilli þjóð. Það er náttúrulega kannski ekkert
mjög eðlilegt, en þetta bara umhverfi sem búið að búa til og eins og ég segja, þetta náttúrulega bara, þetta gert auðvitað alltaf bara í samvinnu og ég meina, ég tala aldrei neinn bara fólk eða mál eða byrta einhverja myndir eða slíkt á þess að það sé gert vegna þess að fólk vill að það sé gert og þannig ég, eins og ég segi, ég lít bara á mig sem bara verkfæri fyrir fólk til að koma sínum frásögnum á framfæri. Herðu, það þekkt að í svona mannréttindabaráttu og réttlætisbaráttu að þá brennur fólk yfir. Oftast bara, næstum alltaf fólk að vinna þetta í sjálfboðavinnu og það er mikið álag og þetta reynir á tilfinningarlega, andstæðingurinn sterkur og stundum fær fólki yfir sig eins og þú er örugglega feikið í vænum skömmtum svona eitthvað hatur frá andstæðingunum, það sem að grafa undan fólki persónulega og níða það niður og allt þetta. En í fáum geirum svona mannréttindabaráttunnar er jafnt algengt að fólk brenni upp eins og einmitt þeim sem að berjast fyrir flóttafólk, því að bæði er viðhorfin oft mjög hatrum á móti og svo mæta stjórnvöld hópnum með miklu ofbeldi, að þú kannski tengist einhverjum einhver tíma sem þú ert með vonum að geta bjargað með því að fá við að búa sér til nýtt líf á Íslandi í staðinn fyrir að vera hent inn í einhver flóttamannabúðir einhver staðar í vonleysi og ömurð og þú ert kannski að vinna með viðkomandi einstaklingi í marga mánuði og svo hann bara tekinn eina nóttina og bara flogið með hann og þetta er bara mikið álag fyrir fólk og ég veit mikið af fólki sem hefur unnið í þessum geira og er bara búið á því. Hvernig, af hverju er þú ekki búin á því bara? Já, ég fæ nú bara svona fyrir hjarta þegar þú ert að lýsa þessu og ég fæ alltaf bara að hugsa til barnanna sem hafa verið rifin miðanótt á heimili sínu og þetta er náttúrulega hryllingur, þetta er eins og að vera bara vígvelli, þetta er eins og að vera vígvelli. Já, og eins og, ég meina, ég tala nú oft Leo litla, sem var 2017 og á svona foreldrum sínum og ófæddu systkini, það er sem sagt núna 4 ár voru núna í nóvember, síðan hann og þau voru sem sagt tekinu miðanótt og bara haldið þangað til að þau voru send úr landi morgun eftir, sem sagt óvænt, þau voru ekki látið vita fyrirfram og þetta var mál einmitt sem við vorum að vinna í og reyna að fá úrskurði nekt og þau náttúrulega, þau eru ennþá flótta í dag, þau hafa ekki, ég enda misti af þeim fyrir örugglega 2 árum síðan, ég náði nú að halda einhver sambandi við þau smá stund en ég veit ekki hvar þau eru í dag, en ég veit til dæmis að þau héldu bara til í skógi í Frakklandi tíma og voru bara á vergangi og systkini hans náttúrulega bara fætt á flótta og ég svona, hvað maður segja, ég setti nú einmitt daginn bara dagurinn, að það væri dagurinn hans Leo og hversu hann er svona, já, hvetur mann kannski áfram og hefur gert núna lengi vegna þess að það bara svona og vonandi get ég sagt honum einhvern tíma frá því en vissulega þetta náttúrulega, þetta er alveg átakanlegt og auðvitað er þetta oft bara mjög erfitt og ég meina það er eitt, ég meina maður að hitta fólk mögulega á sínu bara allavega einu viðkomasta tímabili og þú ert að hlusta frásagnir þeirra og þetta er auðvitað, það er svo margt í þessu og auðvitað er fólk sem kemur inn og það fer út úr baráttunni mjög hratt vegna þess að það kannski þá einmitt hefur myndað einhver tengsl bara alveg svo ert að lýsa og þess vegna er bara mjög mikilvægt eins og það er bara eitthvað sem við höfum svolítið lært á leiðinni að til dæmis bara setja okkur mjög bara góðar og skýra til dæmis bara bæði siðareglur og verklagsreglur sem við vinnum eftir einmitt bara til þess að við séum ekki alltaf að missa fólk strax út og þetta er bara eitthvað sem maður lærir á leiðinni og tilenga sér og svo er náttúrulega einmitt hitt að það er náttúrulega það, ég meina, andstæðingurinn er, ég meina, ég veit ekki, ósigranlegur næstu því, og það er náttúrulega þetta bara annar kapítull í þessu og svo er allt þetta hatur og þessar öfgar, þannig að já, ég veit ekki
hvað ég að segja. Þetta ekki létt barátta, þetta bara erfið barátta. En segðu mér þá heilt, pælum aðeins í andstæðingum. Hvað að samfélagi sem að skilgreinir Leó litla sem andstæðing sinn? Það sé ógn af Leó litla. Hvaðan kemur það? Hvað það? Það náttúrulega bara algjörlega óskiljanlegt og það sko, það sem maður skilur líka oft ekki í þessu náttúrulega að það til dæmis bara, það hafa nú ekki verið gerðar margar skoðanakannanir hér á landi, en það sem hafa verið gerðar sýna að það meirihluti allavega fólk sem að vill gera betur í málefni fólks á flótta og bjóða hér velkomið flóttafólk, en svo kjósum við yfir okkur ítrekka flokka sem að vilja það ekki, alls ekki, hreinlega, og þetta náttúrulega afskaplega skrítið vegna þess að sko í dag þetta meir en 82 milljónir sem á vergangi í heiminum. Það rosalega lítið hlutfall í stóra samhenginu, meira sé bara sem kemur til Evrópu, og það ennþá minna hlutfall sem kemur til Íslands. Og við vitum það alveg að það hægt að taka vel á móti fólkinu, það hægt að veita miklu fleiri vernd heldur en við erum að gera í dag, og það bara eins og ég sagði í byrjun, ég meina, það vantar bara viljan, þessi vilji ekki til staðar, það vilji til að gera eitthvað annað, og það svo sem ekkert nýtt, sko, ég meina, þetta sama stefna og var rekin hérna í seinni heimsstyrjöldinni, og í rauninni, ég meina, allar þessar stofnanir eins og útlendingastofnun, ég meina, hún stofnuð á þeim grunni, hún stofnuð og var rekin upp af mönnum sem að lærði af þýskum nasistum. Þannig að þetta ekkert nýtt, þetta bara svona, og ég meina hér var börnum af gyðingaættum, þeim var neitað vernd, fjölskyldum var neitað leyfi til þess að koma hingað. Þetta bara, í rauninni mætti bara færa rök fyrir því að þetta hefur bara verið stefnan í útlendingamálum hjá Íslandi, alla tíð. Þetta þá í huga að ástandi sé normalt en þú ónormal? Ef þetta svona djúpstætt og... Já, ég meina það alveg hægt að færa rök fyrir því, en við viljum og alveg svo, ég trúi því að það sé hægt að aflæra rasisma og að þá trúi ég því vissulega að það sé hægt að breyta, og það kannski það sem heldur mig gangandi, það kannski það sem að skýrir það af hverju ég bara ekki, af hverju ekki slokknað á mér. Þetta náttúrulega líka bara rosalega þrjóska. Alveg svo, ég tek allt þetta og neikvæða og reyna að breyta því eitthvað jákvætt vegna þess að ég get ekkert leyft einhverjum þjóðernisinnum og nasistum og rasistum að þakka niður í mér. Ég get ekki leyft að vinna, sko. Þannig að það bara mögulega hluta af þessu að keyra þetta á þrjóskunni og svo þetta bara þarf maður að auðvitað líka bara hlúa vel að sjálfu sér í þessu öllu saman og ég geri það alveg og vanda mig það, svo ég fara aftur inn á það. En það auðvitað bara, því við bara getum einhvern veginn ekki, og það bara eins og með margt annað. Ég meina, við vitum að þarna óréttlæti, við vitum að það verið að brjóta réttindi fólks, það ekki verið að gera hlutina eins og bara síðu fólki ber að gera þá, og við einhvern veginn getum náttúrulega bara ekkert setið undir því þegjandi. Má ég aðeins spyrja það að þú fengir mikið svona hatur yfir þig, og ég býst við að þú reynir að hugsa þig frá áhrifunum að þetta sé bara vanstilt fólk. Það er nú gamall frasi sem oft gott af í huga, að láta ekki vanlíðan annar að fara með sína eigin líðan, held ég sé sagt. Að það ekki alveg á mína ábyrgð þótt einhver kalli að mér einhverjum ókvæðisorðum og illyrðum. En samt hefur þetta áhrif á okkur. Það er alveg sama þótt þú vitir að það ekki til í hatrinu að verða svona mikið fyrir því og svona linnulaust, að þá hefur það áhrif á sálarlífið. Það er ekki þannig að sema sé bara búin að jafna sig leið og hatursfulli maðurinn þagnaður. Það situr eitthvað svona eftir. Þetta ástand sem maður vill ekki vera í. Kanntu að útskýra það? Hvernig að verða fyrir svona hatri, þó maður viti það, kannski þetta svipað og ég var að lýsa sambandi við að venja sig að fordómum, sko, þú veist betur. En samt það óeðlilegt ástand að vera einhvers staðar inn í einhverju herbergi eða bara við tölvuna sína heima og fá yfir sig bara einhverja skóflu af bara djúpu hatri og heift. Já,
og ég einmitt sko, ég held að það sé einhvern veginn, sko, eins og þú segir, ég meina, og ég hef bara, og minni sjálfa mig náttúrulega á það reglulega, að þetta segir ekkert mig. Þetta segir náttúrulega bara allt manneskjuna sem að haga sig svona. Og mér hefur alltaf þótt mjög mikilvægt bara að skila skömminni, af því að skömmin ekki mín. En það á sama tíma, það náttúrulega ekkert eðlilegt við það, og maður heyrir, þú veist, ég hef alveg staðið sjálfa með því að segja þetta, og maður sér annað fólk sem að býr við svona áreiti og bara ofbeldi í rauninni, hatursorðað náttúrulega bara ofbeldi, að svona, já, maður venst þessu bara, þú veist, ég bara búin að venjast þessu, en auðvitað þetta ekki eitthvað sem við eigum að venjast, þú átt ekki bara að venjast því að búa við ofbeldi árum saman, og þú veist, þannig að þetta það mikið, og vissulega lærirðu svona með einhverjum hætti að láta þetta kannski ekki hafa of mikil áhrif á þig, en vissulega auðvitað gerir það, og það getur enginn sagt þér annað, ég alveg 100% viss það, og það oft líka kannski svona, sumir hlutir skiptaði meira máli heldur en annað. Mér finnst til dæmis alveg hrikalegt þegar verið að draga fjölskylduna mína inn í umræðina og verið að níða til dæmis bara niður foreldra mína. Mér finnst það bara algjör viðbjóður, og það bara mér finnst það svona, já, það það sem ég á til dæmis bara erfiðast með að díla við, að þau þurfi að líða fyrir það sem ég að gera. Annað oft bara það alvarlegt að ég fer bara tilkynna til lögreglunnar og legg bara fram kæru, og að því ég meina, þetta eru hótanir ofbeldi, þetta eru hótanir nauðganir, þetta eru líflátshótanir, ég meina, þetta líka bara sem að gerast út á götu, ég meina, það hefur verið ráðist á mig, reynt að ráðast á mig með líkamlegu ofbeldi, og þú veist, það hefur verið hrætt á mann, og það hefur ýmislegt verið gert, þannig að þú veist, þetta bara, já, eins og ég segi, þetta einhvern veginn, þetta ekki eitthvað sem við eigum að venjast, og því miður þá bara að mínu mati hefur yfirvaldið ekki staðið nógu vel með okkur þolendum í þessu, og þar sem að við eigum náttúrulega að geta leitað skjóls, þannig að það sem ég hef einhvern veginn gert bara einmitt í gegnum tíðina, það bara að fara að endurbirta mest af þessu, bara skila skömminni til þeirra sem eru að haga sér. Ég meina, ef þú getur mætt á kommentarkerfið með myndaðir og barnabarninu undir kommentunum einum, þú veist, þá verður þú bara svara fyrir það, skilurðu. Það bara, en það svona, maður þarf svolítið þú þarf líka svolítið bara að reyna svolítið að stýra, þú veist, ég meina, maður fær alls konar sent til dæmis, og það hefur að sýna það sem við erum að skrifa þau eitthvað svona, og mér finnst það bara allt í lagi, til dæmis að því ég náttúrulega hangi ekki inn á þessum hópum á netinu þar sem nánast vikulega verið að níða mig niður, ég meina, þannig að ég fæ þetta bara sent frá öðru fólki, og eins og segi, ef að tilefni til, þá bara kæri ég þetta til lögreglunnar, og svo þarftu líka bara að kunna bara að slökkva á þessu öllu, og hvað maður segja, bara einbeita þér því sem að gerast hér og nú, og gera eitthvað annað heldur en að svona hræra því í þessu, þó ég nú mjög erfitt með það. Ég nú bara til dæmis gert bara áreiti myndgarða að rannsóknarefni í háskólanum, sko, þannig að ég svo sem kannski ligg ofinni mikið yfir þessu, en hérna, það bara þetta, eins og ég var að segja, ég veit alveg að það ekki auðvelt, og það alltaf bara búið að taka mig tíma að tileinka mér þetta hugarfar með að nýta þessa neikvæðu reynslu í eitthvað uppbyggilegt, og það náttúrulega það sem ég reyni að gera, og ég meina, það sem hefur til dæmis bara sem dæmi gerst á síðustu árum, að ég meina, eins og ég til dæmis lærði upphaflega stjórnmálafræði og Evrópufræði og var að vinna mikið í Evrópumálunum. Nú ég farin að vinna og hefur verið að gera síðustu ár í æskulýðsmálum, í forvarnastarfi, og búin að klára tómstund og félagsmálafræði með áherslu á öfgahyggju, og þannig að þetta svona, ég alveg búin að taka þetta alla leið, sko. Þannig að það svona, eitt af því sem hefur bara gerst í gegnum mína persónulega reynslu, vegna þess að ég vil bara, eins og ég horfa alltaf á þetta, ef ég get einhvern veginn komið í veg fyrir að næsta kynslóð þurfi að hafa það jafn erfitt, að þá ger ég það.
Já, ég var nú haldið bara áfram sem lengst og þakkaði fyrir að koma að Rauðaborðinu. Við erum múin að spjalla saman í rúman klukkutíma. Það verið mjög fróðlegt fyrir mig. Ég vona bara mjög ánægilegt. Já, ég vil bara þakka þér fyrir bara þitt framlag að gera Ísland betra samfélagi. Þótt að árangurinn mætti vissulega vera meiri, þannig að andstæðingurinn væri ekki svona hatramur. En það einmitt fólk eins og þú sem hefur gert samfélagið bærilegra. Og þakka þér aftur kærlega fyrir það. Takk fyrir það, kærlega, og takk fyrir spil. Já, herðu, hlustendur, þakka þér fyrir að staldra við og hvet ykkur til þess að ef ykkur finnst þetta spjall áhugavert að dreifa því sem víðast. Samstöðin fátækrasjónvarp. Við verpum í eggjunum okkar á YouTube og í Facebook sem hreiður óvinnana, en þannig að við okkur vantar svona aðstoð við að dreifa þessu. Þið getið líka stutt samstöðuna með því að ganga í alþýðufélagið. Það hægt að fara að sjá það inn á samstöðun.is. Það fjöldi fólk sem hefur gert það og leggur fram svona 2, 3, 4, 5 kaffibolla á mánuði til þess að ýta undir dagskrá sem við erum að fara að efla og við munum kynna það milli jól og nýjárs svona vetrardagskrán okkar eftir áramót sem verður mun öflugri vegna þess að samstöðin að styrkjast. En Rauðaborðið verður næst á mánudaginn. Ég veit ekki alveg hvað verður til umfjöllunar þá, en á þriðjudaginn mun Hörður Torfason koma í spjall, önnur alþýðuhetja eins og Sema. Ég var ekki kvöld. Takk fyrir í kvöld.